Komið sæl, kæri hlustur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag þriðjudagurinn 12. ágúst 2025 og Bitcoin í $119.722 og hjá mér sestur Björn Harðarson. Vertu blessaður, Björn. Já, sæl. Þessi þáttur tekin upp á þriðjudegi eins og ég tók fram á hann. Hann verður eins og birtur á laugardaginn gerir ráð fyrir frekar en föstudaginn og þú ert að fara erlendis. Ég enda búin að vera að reyna að segja þér að það má ekki fara erlendis. Ég kom yfir mig, sko. Allavega ekki sko á föstudögum, þú ert að fara á hinum dögunum. En nei, við gerum gott út úr þessu og hérna sko, það vill svo skemmtilega til að þegar við ákvaðum að taka hana þáttu upp núna, þá voru svolítið að pæla hvað höfum við að tala um. En hérna, að því að nú ekki langt síðan við vorum að spjalla síðast. En ég bara nokkuð bjartsýn á að þetta verði skemmtilegu þáttur því að það heilmikið að tala um og þetta verður að því að ég var meira að segja íhuga, ég myndi auðvitað aldrei gera það, því ég byrja alla þetta að segja hvað verði á Bitcoin en ef það væri einhver þáttur sem ég hefði gert undantekningu þá hefði ég opnað þennan þátt á því að segja að Ethereum í $4,490. Já, ég verð að viðurkenna, ég vona bara að við fáum fleiri svona þætti sem þú fær svona tilfinningu yfir þig, sko. Á næstunni vikum og mánuðum. Ég held sko einmitt þannig helgina, því að helgina fór náttúrulega Bitcoin í $122,000 rúmlega. Rétt náði ekki að breyka all time high og mér varst alltaf líklegt að við erum í all time high núna í Ethereum hins vegar. Ég man síðast þetta, það voru að tala um að það var eitthvað hann að bara ákvörða í kringu $4,000 rétt yfir, rétt undir. Já. Og síðan þá það búið að sko hækka 12% rúmlega. Þannig að hérna ég sé eins og síðustu 7 daga hérna, hann ekki 7 daga síðan tölum síðast, en síðustu 7 daga það búið að hækka 25%. En sko, ég ætla að byrja aðeins áður en að við ætlum að vera svolítið mikið í Ethereum fókusir í þessum þætti. En þá ætlum ég að byrja að áður en ég sendi svo boltan yfir á þig að nefna að það var stór dagur í dag sem skýrir þessar hækkanir að einhverju leyti og örugglega talsverðu leyti að það komu verðbólgutölur í Bandaríkjunum í dag klukkan 12:30 á íslensku tíma CPI, Consumer Price Index tölur og þær stóðu í stað frá júní CPI var 2,7% en spár höfðu eins og gert ráð fyrir 2,8%. Þannig að þetta var 10 punktum betri en spár gerir ráð fyrir og það keyrir markaðan svona mikið upp og af hverju það? Líklega skiptir ekki öllu máli að séu sér 10 punktar til eða frá. Heldur að núna var ég að sjá greiningaraðalann hvað hét hann aftur skiptir ekki öllu máli en ég með það CME FedWatch spá núna 88-94% líkum á vaxtalækkun í september. Já, ég sá með þess að eitthvað tölu sem fór upp í 94%, sko. Já, þetta 88-94. Já, einmitt. Ég sé hins vegar að við viljum fylgjast með veðböngunum að Polymarket að meta þetta talsett lægri líkur en samt yfir meir en helmings líkur. En þetta var sko, hann var það eitthvað veginn ragur að leyfa sér að vera bjartsýn á vaxtalækkanir Powell á síðasta blaðamannafundi að þá voru spár komnar úr eitthvað 63% eða eitthvað niður undir 50%, sko, hann myndi lækka vexti í september. Þannig að og þá komum við aftur inn á þetta sem við vorum að ræða hérna í síðasta þetta að hversu góður markaðurinn að prísa þetta inn augljóslega að prísa einhver leiti núna einhverja væntingar og spenna og hækkanir. Ég ætla að leiða mér að segja það með það sem við verðum að sjá bara undanfarið þegar að koma stóra hrettir að ef af vaxtalækkun verður sem virðist mikið benda til að ég ætla að leiða mér að segja að það verði aftur svona rallys hérna, við sem ekki búnir að prísa þetta verðum ekki búnir að prísa þessar líkur inn finnst mér allavega bara af því sem við höfum verið að sjá hvað markaður virðist vera lélegur að prísin. Ertu þá að meina ef að það kemur vaxtalækkun í september? Já. Já, ég sammálaður, þú veist að því að þú veist, við verðum bara að tala um Bitcoin eitthvað svoleiðis, þá kannski hefur það minni áhrif en ég alveg sannfærður að við tölum þessa altcoins saman
ef við fáum vaxtalækkun í september, þá er að fá vaxtalækkun á bara prime time tíma fyrir Alcons og ég er bara sannfærður þá að október, nóvember verður svakalega góður og jafnvel september eftir hvenær þessi vaxtalækka ákvörðun sko. Og ég held að sé sjálfsög ekki eftir neina að bíða en að vinda okkur í Ethereum. Það fullt af skemmtilegri tölfræði sem ég veit að þú ert búin að taka saman. Í raun og veru samt ég ætla aðeins að fá sér árinni sendi boltan á þig. Sko, það væri raun og veru hægt að tala fullt. Þú maður skoðum Chainlink upp 45% síðustu 7 daga. Solana 186, ok, maður vilja sjá aðeins herra. En enga síður, það upp 13,6% síðustu 7 daga. XRP upp 9% síðustu 7 daga. Þú veist, Cardano upp 15%, þannig að það við erum að sjá áformalda á þessu trendi og í þessum tölu orðum var í Ethereum að breyka 4500, þannig að það ekki eftir neina að bíða. Það er spurning, sko, þú veist, við getum farið bara fyrst í Ethereum svolítið, því þú veist að minnast á allt þetta, þá er örugglega gaman líka bara að tala bara líka markaðin í heild sinni, bara að þú síðan búlmarkaðin byrjaði og hvað við sjáum fram á næstunni, sko. Já, einmitt. Þannig að ef við að byrja á Ethereum eða... Ég hugsa að gerum það og mér finnst ennþá merkilegt sko, þráttur þetta, þá eru samt fýrin grítir í 60, það er mjög passíft, en endilega þetta skiptir máli, því þú veist ég held að, ég skoði einhverjar tölur, ég held að það sé 2021 eða eitthvað þegar þú veist, markaðurinn fór að fara svona, taka svolítið dífunur í svona correction, við getum séð að reyndar miklu fleirum tímabilum, þú veist, þá fýrin grít komið yfir 80 venjulega. Þannig að við erum ekki einu sinni og við getum talað það á eftir líka með Ethereum að þú veist, við erum þá ekki að sjá endilega að við séum eitthvað yfir hittna eins og við talaðum stundum. Einmitt. Og þetta enn svona að sigla dálítið undir radara því að það ekki Altcoin season í gangi, það bara Ethereum season í gangi. Það ég myndi segja bara, það algjörlega Ethereum season núna. En ef þú segir okkur aðeins frá því, hvað að skýra þessar gengdarlausu hækkanir á Ethereum? Byrjum bara okkur svona skemmtilegum pælingum með Ethereum, sko. Ok, fyrsta lagi, þá svolítið áhugavert að skoða, þú veist, ég ekkert mikill TI-gaur, sko, en bara svona við reyni aðeins, svona, það oft teiknaða svona trendlínur frá annarkvort lægsta punkti sem að stoppar alltaf við, sko, eða hægsta og getur breykað upp eða niður. Og Ethereum rauninni búin að vera í svona 3,5 hátt í 4 ár svona niður trendi og það hefur snerta nokkru sinnum, ég hefur snertið það held ég einhvern mann einhvern veginn fyrir hluta ársins í 4200, svo fer þetta niður. Það þá verið í nóvember, desember sem það hefur snerta. Já, nóvember, einmitt. Og síðan núna bara nýlega, það þegar fór yfir 4200, þá hélt þessu 4200. Þannig að, þú veist, ef einhver held að Ethereum sé að fara að gefa eftir, þú veist, þá þið búin að breyka þessa 3,5 árs trendlínu sem oftast nær gera verkum að við erum að fá nýtt trend upp á við. Þannig að, þú veist, það bara mjög bullish fyrir Ethereum og svo, þú veist, ákveði að skoða bara svona alls konar tölfræði, því, þú veist, það þetta áhugavert að því, þú veist, það ekkert lengra síðan heldur bara í bara byrjun apríl og fyrirhluta ársins sem að allir voru að tala að fyrir við bara búið, svo langt að taka við og eitthvað annað, of hægt, of bara eitthvað, bara hvernig roadmapið ekki gott og svo framvegis, sko. Það er alltaf þessi, of hægt, of kostnaðarsamt og skalar of illa. Já, og það þetta trend. Og en svo bara, þú veist, hefur umræðan það byrjar að hækka okkur í tímapunkti og ég held að þetta gerist svolítið svona. Þú veist, að umræðan neikvað, Ethereum dautt, svo byrjar að hækka og þá shiftast öll umræðan. Hún byrjar ekki að shiftast og síðan allt saman. Og maður sér það í tölum, sko, að til dæmis sem oft við skoðum að svona daily transaction. Það náði all time high 5. ágúst, 1,74 miljón transaction. Og það met síðan 21. maí sem var 1,65. Við erum líka að sjá að
að júli var með mesta transaksjón per mánuð í sögunni, sem líka bara svakalega gott. Svona adressur, aktívar adressur, þeir eru ekki búin að toppa. En 5. ágúst fór það í 683.000 sem er að nálgast 743.000 sem var í maí 21 og þetta er allt svona maí 21, þetta er svona búlrunni síðasta. Það sem fyndi við þessar tölur, ég er að segja tölur sem ég tók kannski sama fyrir 3 dögum síðan. Það getur mjög líklega sumt af þessu búið að aukast síðan, sko, þetta búið að gera svo hratt og Ethereum dáminu þessu 12% sem er það hæsta í 5 ár, þannig við sjáum allar tölur eru einhvern veginn í þessa átt og kannski eitt sem ég finnst mjög áhugavert, undanfarið að svona, ég veit ekki, svona viku 10 daga, þá hefur innflæðið í Ethereum ETF outperformað Bitcoin ETF-ana. Einmitt, og sem er ótrúlegt, sko, með að við hvað er búið að vera mikið og öflugt innflæði í Bitcoin, þá þetta er svakalegt hérna, hvað var þetta, ég var að sjá, ég er ekki alveg með fyrir frammi hvað var á löngum tíma og kannski með þetta, en þeir voru allavega að ná milljarði í nett innflæði hvort það var yfir 1 mánuð, ég skal ekki segja hver hérna talan er, sko, en ertu með tölur það, hvað netto inflow er búið að vera, það er alltaf búið að outperforma Bitcoin, ég sá það. Já, ég var bara með þær tölur, ég tók ekki hitt saman, sko. Nei, en þetta er sláandi, sko. Svo er þetta bara, þú veist, auðvitað er það er ótrúlega að sjá hvað narratívan umræðan, það að segja, bara algjörlega snýst við. Þú veist, við, eins og við vorum að segja áðan hvað bara í Ethereum er dautt, bara það er bara, það byrjar ekki að breytast fyrir í apríl. Núna erum við að sjá menn bara tala einhverja svakalega tölur. Tom Lee, sem ég held til dæmis að Ethereum, bara Tom Lee er svona Michael Saylor í Ethereum. Hann er hérna yfir Bitwise, sem að ég heldur að komið yfir konunum nú með 1 milljón í Ethereum. Hann er að segja núna að við munum ná 16.000 í Ethereum. $6,000. Það segir ekki endilega okkur tímabilum, en hann segir þessu svona nánast eins og segir á næstunni eða á þessu búlrönni, þannig að það geti verið að tala við innan með ár. Þannig að menn er að svona hækka svolítið spána sína og þú spilaðast að í þessu fannst mér vera. Mér langar að heyra hvað þér finnst það. Joseph Lubin, hann er líka yfir einum af þessum sjóðum. Hann er co-founderunum í Ethereum Consensus. Og hann er að spá því innan 12 mánaða þá mun Ethereum flippa Bitcoin í market cap. Hvað segirðu það? Ég sé over my dead body. Ég sé það ekki gerast. En sýnir hvað er að breytast. Manstu eftir búlrunni 2021? Þá voru menn mikið að tala um flippening. Alltaf að tala um flippening. Og það gerist aldrei. Og það er aldrei eins og nála því. Núna ef við gefum okkur að Bitcoin myndi standa í stað, sem það náttúrulega ekki var að gera, en ef það staði í stað þá er því Ethereum að 5-faldast. Við erum nú í Ethereum í $20,000 og $2,500 til að flippa því. Og það er ekki að vera, aldrei, en ég segi oh my dead body, það er ekki, en að því sögðu, þá er ég mjög jákvæður á Ethereum, að því að eins og það blas við mér, þá er Wall Street núna bara gjörsamlega dúndra inn bara relentless gengdarlaust innflæði af því að þeir hugsa bara þetta er að fara að gerast. Wall Street og bara modern day finance í sinni í bara sínum allra vítakasta skilningi er að fara level up, það er að fara að koma bálkakeðju upgrade á modern day finance og þeir hugsa hingað til þetta narratív búið að vera eins og við vorum að tala um á of hægt og kostnaðarsamt, skalar og illa og það er alveg rétt ef þú ert að þú veist, hefðu í þannig activity eins og á Solana þar sem þú ert að treyta meme coins eða whatever hvað það er sem þú ert að treyta mjög frequently og þú mátt bara ekki við því að vera að borga einu svona 1 cent líku við í færslugjöld þeir hugsa þetta bara ef BlackRock eða
JP Morgan eða Goldman Sachs eða Bank of America að fara að deploy ykkur eignasafni af US Treasuries eða stocks eða hvað það þar sem samanburðurinn sko einhverjir dagar í uppgjöri og bakvinnslu heilmikill kostnaður mjög óskilvirkt kerfi sem núverandi kerfi, enga síður það sem það hefur þó að það virkar. Það að góða við núverandi kerfi, það virkar. Þannig að þú ert ekkert að fara að skipta kerfi nema þú sért algjörlega orðin 100% af því að þetta virki. Og nú það verður aldrei verið í Ethereum hack. Það verður alltaf verið solid, það verður alltaf virkað. Og þá allt í einu bara við erum konum með þá samfæringu og þá skiptir þetta bara ekki máli þetta kosti einhverja dollara, einhverjar færslur upp á jafnvel 20 miljardar dollara, þetta taka 5 mínútur upp á final settlement versus einhverja daga. Þetta allt bara irrelevant og skalar feiki nógu vel að því að færslunar ekki nærið eins fríkvent með eins og til við erum að sjá á Solana. Þessna held ég einmitt að ef Solana væri miklu heppilegri keðja fyrir payment solutions fyrir retail, skilurðu, sem í Ethereum gæti lent í mjög miklu erfiðleikum með þyrfti að vera með layer 2 ofan á, sem ég veist bara ekki meika mikið sens þegar þú ert með Solana. Af hverju notar ekki bara Ethereum sem mest í centralized keðjan fyrir utan Bitcoin, kannski Dogecoin eða Litecoin eða eitthvað, en af þessum keðjum sem bjóð upp á þetta function, þetta smart contract DeFi function. Ég held að Wall Street sé bara átt þess að þessu, bara hér plattform sem decentralized, það virkar og við getum fengið risavaxið upgrade á allan financial sektorinn með því að fara að keyra equities, bonds, hverskins eignasöfn, basically bara fara að bálkakeðju væða modern day banking og finance og þá allt í einu, þú veist, að því að þetta einhverju gaurar í einhverju svaka kryptobúblum sem eru búin að gagnrýna í Ethereum fyrir að vera of dýrt, of hægt, skal og illa, að því að þeir eru allir, þú veist, að treyta meme coins 500 sinnum á dag, skilur, þaðan þessi gagnrýni að spretta. Þessi gagnrýni ekki að spretta af einhverjum financial sektor á Wall Street, skilur mig. Þannig að svona blasir þetta við mér og ég ætla bara að leiða mér að fullyrða að í þessu upgrade'i sem ég trúi að sé að fara að gera, þannig að þau tókum þáttirinn af Mondo Finance þegar stofnandi sagði Wall Street is ready for an upgrade og þá vísi að hann allur þessi sektor að færast þér á bálkakeðina. Ethereum langsamlega líklegasti kandidatinn til að taka þetta aksjón. Það voru talað um í stóru dráttunum, stóru grófu dráttunum. Já, og svo þú spurðir á hann hvað að hafa áhrif á þetta og þú ert út að taka það svolítið saman í þessu. Ég held líka þú veist, ef við tökum saman annars vegar stöðugleikafrumvarpið og svo þetta sem við töluðum í síðasta þætti með að fjármálaeftirlit var að gefa út að staking væri leyfilegt. Og við hugsaum hver að græða fá mest svona búst við þetta 100% held ég að það er Ethereum, sérstaklega þetta seinna að því þeir eru konu með kaupallarsjóð og eins og þú ert að tala um þetta, þú veist, TradFi, þú veist, þeir skilja vextir, þeir vilja fá yield og þarna sjá þeir fá yield á Ethereum sem kaupallarsjóður á og það bara, þú veist, engin spurning að þeir hafa fengið, þú veist, og maður sér það bara svolítið á öðru líka, því hvað annað hefur verið að hækka líka sem kannski við höfum ekkert verið að tala um en við farið kannski ekkert endilega mikið fyrir. Það er rauninni þessi staking plattform, Lido, Rocket Pool, reyndar, Jito og eitthvað svona sem og Solana líka. Þannig að, þú veist, það sem við undan gengið, það virðist vera svona, Ethereum hefur verið að fá mesta bústi frá því, sko. En svo segi ég líka bara, þú veist, þú veist, við getum talað um hvað að hafa áhrif á þetta og allt það, sko. Ég bara segi líka bara, mér finnst þetta líkjast líka bara svolítið bara svona hvernig markaðurinn
ég segi ekki nákvæmlega á þessum tíma en sirka á þessu ári, en það bara þannig, við höfum talað oft í þessum þætti að, þú veist, að Bitcoin, þú veist, fyrst alltaf mest upp, svo fer það niður í Ethereum og það það sem að gerast, sko. Þýðir að í Ethereum munum bara outperforma allt áfram? Nei, ég held ekki. En mun að gera eitthvað tíma, já, allan að næstu svona 3-4 vikunar. Sko, þetta bara, við erum búin að horfa á Ethereum, fara úr $1,400, eins og ég segi, mér langar að segja í mars, þetta var alltaf eitthvað þessu ári, að botnaði 1.400. Já. Og maður bara búin að horfa á þetta, þú veist, ég man að var alveg byrjað að vekja athygli, ok, Ethereum komið aftur í 2.5, já, þú veist, frekar hérna solid, sko. Komið í 3.000, fór að vekja athygli, þú veist, þá voru menn að tala að fara að breyka 3.5, það að fara að breyka 4, og nú þetta bara, við erum bara að fara að hóta all time high, sko. Þannig að, þú veist, það stutt í það. Mjög stutt, ég meina að þú þarft að hækkum 12-13%, sko, eða nei, fyrir ekki minna. Það er minna. 10. 12% bara í gær. Nei, all time high 4.9 á íð. Já, við erum hvað, 4.5 nú? Já, 4.5, þannig að þú þarft 10% hækkun. Okay. Þá ferði í 4.950. Þannig að, ok, þú veist, en punkturinn minn þessi, sko, að því að hvar það að fara að taka svona smá bríðir? Það einhvern vonlust að, þú veist, manni finnst það vondilega líklegt núna bara að fara að halda áfram keyslun upp í oldtime, það væri alveg klassísamt að það svona come up just short og svona það er svolítið erfitt að segja því ég held að það er svo margt annað sem getur haft áhrif, það er svona svipað með Bitcoin að við erum með marka núna sem að allt öðru sinn áður. Já, áður gætu við reiknað á þetta markan þar á undan en þetta keyrt áfram af institution, ekki af retail. Þannig að þú veist, það rauninni bara sama með Bitcoin. Það tvennt sem að keyra í Ethereum upp. Það kaupallarsjóðir og það fyrirtæki sem að kaupa í Ethereum. Já, en retailin aðeins að vakna. Ég held að það sé engu blöðum að fletta, sko. Hugsaðu maður, sko, það sem að sástundum með Bitcoin, þegar retailin fór að selja, þá keyptu hinn bara meira, þannig að það er svolítið erfitt að sjá hvernig bríðurinn kemur. Ég samt til hann kemur og það kannski ekki endilega mjög langt í það. Nei, einmitt. Nei, og ég hugsa að Solana skipta alveg máli upp á að fá retailinn, sko, því að Solana mjög svona vinsælt retail token, sko, auðvitað Bitcoin alltaf langt vinsælast en ég held að, þú veist. Hvað finnst þér? Mér finnst svolítið núna, þú veist, það er svo merkilegt, þessi markaður svolítið þannig. Það einhver einsætt stelp á ballinu og hinnar bara sjást ekki. Þú veist, það var Bitcoin, það búið að vera Bitcoin nánast alveg allan tíman, svo það núna Ethereum og þegar Bitcoin var, það var Solana eitthvað að keyra, þá sögum við, ok, Solana betra en Bitcoin, nú eru allir að segja Ethereum málið og þá jafnvel að við heyra þess að neikvað umræðum Solana svipað og við vorum að tala um Ethereum. Já, mér finnst sko líkingin sem ég pældi aldrei neinum sætum stelpum á einhverjum böllum, sko, en ég pældi hins vegar í ofurhetjum og mér finnst Crypto Bull Market, þetta svolítið eins og horfa á svona góða Avengers-mynd, þar sem, þú veist, það einhver ofurhetja sem á sviðið, þú veist, og það getur verið Captain America eða eitthvað og þá það Bitcoin og svo maður svona býta ok, þetta flott en hvað var, þú veist, þá ekki þrjumugum Þóra að vera en þá svona koma eldingarnar og býta ok, hann að mæta núna og þá bara búm, tekur hann spotlightið og þá það kannski í Ethereum, svo kemur bara Tony Stark mætir, þá það Solana, bullmarketin síðast sko. Já, við áttaðum alveg á því, sko, en bullmarketin síðast, hann myndi mér rosalega mikið á þetta, að þú veist ok, Bitcoin kerið, skilur og bara all eyes on Bitcoin svo Ethereum, og þá brókin en enginn að pæla neitt í Bitcoin, nú allir að pæla í Ethereum svo kom allt hitt, þú veist og þá bara ok, þannig að þú veist, við erum búinir að vera að halda þetta mjög lengi, þú veist, þessna ég líka og ég held að það skýri af hverju fyrir greed-indexin ekki ofar en 60 ég held að skýringin sé ekkert flóknari það að ég finna alveg á sjálfum mér, ég finna til dæmis í þessu hlaðvarpi hvernig ég tala og svo framvegis að, þú veist, ég vil fá eitthvað miklu meira confirmation heldur en þú veist, þráttur að Bitcoin sé $120 og Ethereum sé $4,500 þá ég samt ekki orðin nógu confident að bara kalla það hér og nú
að við séum í full blown bull market og ástæðan þessi maður var svo confident á því hérna í nóvember, desember og það virtist vera að fara að spila hann út og svo hann gjörsamlega kröst og lamin markaðurinn niður í janúar, voru mjög lélegt og þessna held ég að þetta sé bara pínu svona þú veist allir markaðurinn aldrei bara svona ok, það allir byrjað að taka eftir þessu fólk byrjað að tala þetta þú veist, landi að rísa andinn að rísa en menn samt svona bara ég vil sjá Ethereum yfir $5,000 ég vil sjá Bitcoin í $130-40,000 ég vil sjá Solana helst að ég vilja sjá Solana yfir $300 skilurðu, fattan aðeins hvað ég að fara og hérna að því að þú veist þegar það orðið landslæð þá engum blöðum lengur það að fletta að við erum í hérna full blown bull market sko, sem mér finnst núna alveg fristandi að segja en ég tristi mig ekki að segja af því að confidence mitt ekki meira vegna þess sem við sáum gerast í nóvember, desember. Já, þú veist, og þetta þetta einhvern veginn háð bara, þetta háð eignasafninu okkar, þetta háð, bara 1-2 að keyra mest, þú veist, þetta bara, nóvember, desember var svo margt að keyra, þó að Ethereum hafi ekki verið að keyra þá, sko. Og ég meina, þú veist, bara, berum saman bara, hérna, þú veist, við tökum bara svona, þetta aðeins með markan heilsinni, menna, þú veist, það var auðvitað bara þannig að mest af þessum markaði var auðvitað bara Bitcoin að keyra og Bitcoin var bara það sem var að gera besta mótið sko. Það var auðvitað hérna tímabili hérna svona retail í meme coins og svo kom hann AI coins og Solana var auðvitað að gera ágætis mótan á tímabili sko. Þetta dettur þetta allt niður hérna á þessum tíma sem Trump coin kemur út og svo hérna eftir áramót en þú veist bara Solana var að outperforma Ethereum alveg fram í apríl. Síðan auðvitað bara Ethereum búin að outperforma Solana alla götu síðan. 30% eða eitthvað síðan sko. Miklu meira sko. Já, það getur verið að vera Bitcoin sem að vera 30%. Já, að þú sér það Solana, Ethereum frá botninum á þessu ári þá bara hækkum meir en 200%. Meir en 200%. Solana fór eiginlega aldrei undir 100, fór í 99 eða eitthvað. Þannig að Solana 86% frá botninum. Já, og þú veist, og ég held að það muni halda áfram, en þú veist það sem ég veist samt mikilvægt í þessu, þegar þó við segjum að á næstunni muni Ethereum outperforma Solana. Ég held að verða alveg næstu 3-4 vikundan eins og ég sagði á hann, en það þýðir ekki að mínu mati að Solana muni lækka á þessum tíma. Nei. Það þýðir hins vegar að Solana mun ekki gera eins mikið með kannski Solana tekur 15 þá tekur Ethereum 20%. Eða eins og búið að Solana tekur 15 og Ethereum tekur 100. Já, svo þetta alltaf þessi pæling ef þú ert að hugsa að fara inn í segjum bara Solana eða eitthvað annað ætlar að bíða eftir að það keyri 100% því þú veist það eru fullt af fólki núna sem jafnvel að færa sig frá Solana eða taka einhverja hagnað af Solana sem er keypt á 100 eða eitthvað færa sig yfir Ethereum og gera það eftir að búið að hækka 150%. Já, það er klassískt sko. Það er svona, þú veist, ég alltaf hrifnar af því að vera reyna sem minnst að vera svappa milli tókana. Já, og sérstaklega elta markaðinni. Já, þú veist, bara þú tekur hérna ákvörðun, þú veist, ég meina mynd sem eða keðja sem sko, mér finnst mjög cool og ég hef talað hérna oft í þessu laðvarpi, Avalanche. Já. Og það bara búið að gera vera að segjast, bara alveg svo rosalega lélegt mót og hérna en þú veist, ég samt bara þú veist, ekki hrifin að konceptinu þú veist, ég bara tók þessa ákvörðun auðvitað, ég ekki að segja að maður ekki skipt skoðun og þetta framvegis, en hættan bara svo að þú ætlar að fara að svappa, þú veist, að því við höfum séð hvernig það er eitthvað eins og bara í Ethereum, gerði ekki nokkurn skapaðan hlut mánuðum saman, svo allt í einu keyrir þetta upp fattar, og þú vilt á ekki vera þú vilt ekki missa af því þannig ég segi bara, þú verður að gera þína heimaðinu skilja áhættuna þú tekur ákvörðun með fiat peningunum krónuðinum eða dólarninum eða hvað þú ert í heiminum það er alltaf mín strategía, ég er ekki að segja ég sé eitthvað snillingur í þessu, þetta er bara mín strategía ég deploya í krypto, hvort sem það er Bitcoin, Sui, Sol, whatever og ég reyni eins og ég get að halda mig við það coin og ef ég verður spenntur fyrir ykkur öðru þá reynir ég bara að
býð eftir ég fæ næst peningi hendunum til að kaupa. Já, þú veist, ég sammálaður, algjörlega sammálaður, en auðvitað held ég að sé svona alveg hægt að sjá þetta á mismönda hátt eftir hvað erum að tala af því að þú veist, það getur vel verið ef að þú staðið frammi fyrir því núna, mér langar að eiga meira í Ethereum, en ég á ekki dollara, eða ég á ekki íslenska krónur þar að segja, en þú átti eitthvað Polkadot, segjum það bara eitthvað, ég er ekki að tala það endilega niður, þá getur vel verið að það kemur betur út að færa það yfir í Ethereum, en ef þú myndir segja mér að þú ætlar að gera við allt þarna afvaxið þitt, þú myndir segja við þig, það getur alveg verið að þegar þú að afvaxið er ekki búin að gera neitt, þá hef ég alveg trúa því að eftir aftur 4 til 6, 8 vikur þá gæti afvaks farið að outperforma í Ethereum yfir skemmri tíma, sko. Ég ræddi við 2 menn, báðir svona mjög miklir krypto-veterans. Annar var langur á afvaks og hann var svona, ok, ég er ekki einn þetta. Og hann var að tala sérstaklega stablecoin-narratífið. Hann sagði að þeir eru alveg sterkir í stablecoins og þeir eru með gott eða voru að með gott narratív fyrir real world assets, þeir eru enn með functionality og ég meina BlackRock er að keyra eitthvað beta að US Treasuries upp okkur að $10 miljardar en hinn hins vegar sagði, sko, ég sagði afvaks, hann sagði, ég er hættur að það sé bara dött, sko, þannig að eins og maður er og ég er hlutfall mitt af afvaks í mínu portfólíu tekur mig að því að það sé high risk, en ég veit alveg hafa margir sagt einhverja keðjur að það séu dauðar. Ég meina hafa verið að tala um að Ethereum væri dauð, skilurðu? Þannig að ég ætla að ræta þetta, sko. Hérna svona, kannski er ekki að put you on spot, sko, en þú gerði það við mig síðast, þannig að þú veist, ef ættir þú bara 100 áskall, þú yrðir að setja það í Cardano, Polkadot eða AVAX núna og eiga það út árið. Sko, ég myndi svara er Cardano því ég á ekkert Cardano núna. Þannig að þú veist ef ég á svara real world skiluru, en ef ég ætti ekkert í neina þessu þetta er erfitt, ég myndi ekki setja í Polkadot þó svo ég sé alveg þú veist, Polkadot var með mjög heitt narratív sem þeir eru með þetta interoperability milli bálkakeðja, en þeir eru held ég líka lenda svolítið því að nú eru bara svo margir sem mörg próti sem geta gert þetta, þú veist en þú veist, ég veit ekki, ég hef alltaf verið þú veist, Cardano það mjög robust community, keðjan er fær að gera meir og minna allt sem þú þarft þessar bálkakeðjur til að geta gert hún har aldrei verið hökkuð þeir eru slowly but surely í þessum uppgreitum, þú veist. Og ég meina, við höfum séð það, Cardano delivera ágætlega, núna og það er vel að gera grínaði í 82 centum, en hvað er ekki að muna þetta rétt að það var í 2 centum 2020. Ég held ég sé að muna það rétt. Það getur verið Það var í 2 centum, það fór í $3,000. Ég tók ykkur 9x á því bara á nokkrum mánuðum ef ég man rétt. Já, bara keirið allavega svakalega og ég meina, er allavega relevant, þú veist, þetta er 10. stærsta rafmyndin, sko, en ég hins vegar, ef þú myndir bara spyrja mig, þú fær open play og þú settum á spotum með vel þessar 3 myndir ég segi ennþá, þú veist Solana er einhver heitast keðjan þegar kemur að fundamentals og þegar kemur að real world use case og ég sagði henni sísta þættinum, þú veist, ég vil fara varlega þegar ég er að tala svona, fólk þarf náttúrulega bara að taka sína einn ákvarðanir með þetta ég er bara að tala hvernig ég horfa á þetta þú veist, ég á svo erfitt með að trúa að sé búið að prísa þetta inn í raun og veru allt sem Solana er að gera. Þú veist, ég horfi á verðmiða sem mér langar að segja, þú veist, kann að vera í munarétti, mér langar að segja einhvern tímann 2023 hausti eða eitthvað. Mjögulega er ég að slá saman, árin kannski vera 2004, en mér er allavega óra langur tími sem við vorum að tala saman einhvern tímann. Og þú sagði mér, Solana held ég á mjög gott bæ núna í 174. Ég held að það sé 2 ár síðan, en það kann að vera, það er alltaf mjög, meira en ár síðan, ég veit það. Þannig að, þú veist, ég á einhvern veginn, mér finnst Solana að vera svona, þú veist, ef þetta performance á verðinu væri tengt í að það væri ekkert að frétta á keðjunni,
þá væri ég ekki að segja þetta, en þegar þú eins og bara sem talar síðast þætti 26-falt fleiri notendur á Solana, þetta eru mestar hérna er ekki langflestar færslunar af öllum bankakeðum, þú veist, þannig að ég er bara svona ok, núna þegar maður setur þetta í samhengi hvað er að gerast með Ethereum, DeFi narratífið, sem Decentralized Finance, sem var náttúrulega rosalega heitina 2020-2021, svo bara svona sloknaði þetta aldrei og við tók svona gaming narratív og svo var AI og alls konar narratív. Nú er bara þetta DeFi narratív í krypto aftur að vera svo sterkt með tilkomu þessari ETF og tilkomu Wall Street, tilkomu þess að náttúrulega Project Crypto hjá SEC, en líka Larry Fink búin að vera að tala núna lengi að hérna, við erum að fara bara basically tokenize og balkakeði væða allt finance, þú veist, öll stocks, equities, allt þetta, bonds og þá er Ethereum bara aftur komið svo heitt og ferskt narratív og ég held að leið og það verður svona aðeins búið að ná að mettast, þá eru að fara í narratív, held ég, teka fram þetta sem ég held í narratív aftur með eitthvað gott payment network þar sem þú getur verið að, þú veist, hvað voru að tala að hérna Firedance hérna, var ekki 1,1 miljón færsla á hérna sekundu. 1 miljón færsla á sekundu. Já, þú veist, basically bara hálfðu komið keðju sem skalar endalaust, instantaneous, kostar nánast ekki neitt og nú er enginn að pæli því að því að Wall Street er að fóma svo hart inn í Ethereum og þú með þetta DeFi narratív, keira þessi stóru hérna, þess að Ethereum verður jafnbrautateinanum fyrir þessar stóru lestir í fjármálheiminum, en leiðu verður aftur komið narratív bara því að retailin þar eitthvað, það eru 8 miljardar manns í heiminum, verða 10 miljardar, þú veist, og hérna þeir þurfa eitthvað network sem er universal, sem er global, sem er 24/7, 365 og þar sannarlega eiga þessir gallar í Ethereum við of hægt, of kostnaðarsamt, skalar og illa, af því að það mun aldrei geta vera að sinni ykkurum, þú veist, milljörðum færsla ég vil triljónum færsla á dag eða eitthvað, Solana mun geta þetta. Þannig leið þú fær aftur þetta narrative shift, þá held ég að Solana muni spjara sér mjög vel. Já, og ég held að þú veist, umræðin getur snúist mjög hratt í þessu. 100%. Þegar hún snýst. Hún er kannski ekki að fara að gera það í næstu viku, en hún getur verið að gera það í miðan september eða eitthvað svoleiðis, sko. Þetta er september mögulega, þú veist, mínusmánuður, sko, í heildina. Já. Svona miða við svona, eins og vorum að tala síðast 2017 og 2021. En ég held að bara að því, eins og þú ert að lýsa því, sko, þá er þetta þannig að þú veist, þetta er kannski svona, við erum kannski aðeins búin að skipta þessu upp í annars vegar payment og hins vegar þetta TradFi, en svo held ég líka leið og það kemur grænt ljós á kaupallasjóð fyrir Solana, þá getur þetta að fara að keyra, sem að mér finnst Solana mætt alveg við, sko, þeir eru þetta með hérna, fyrirtæki sem er að fjárfesta í þessu, þeir eru ekki með, þú veist, Michael Saylor. Og Tom Lee, hann er daglega í bara hérna, mainstream media bara að tala Ethereum einhvern svona Scaramucci eða eitthvað svona nafn sem að fólk sem að TradFi hlusta líka á. Já, ég meina Scaramucci er huge Solana bull, sko. Þetta nefni ég hann, sko. Já, einmitt. Já, góð punktur, sko. Þú ert alltaf að gera þitt í að tala Solana. Það var Björn Harðarsson í þetta. En já, ok, hérna, þú varst með slatt af einhverjum punktum. Já, aðeins sem ég tók ekki fram, þú varst að spurja mig aðeins hann að kaupallasjóðuna í Ethereum. Já. Ég var ekki með þessa tölu sem þú ert með, en ég var samt með tölu að, sko, að kaupallasjóðuna BlackRock náði inflói 1 miljard dollara daginn, sem er 150.000 ef við reknum þetta rétt, og sem er bara, metið. Já, veistu hvað tíminn var? Daily, já, það var 1 dagur. Var þetta 1 dagur af net inflow? Það getur ekki verið. Mánudagurinn, jú, 1 milljardur dollara net inflow á einum degi, mánudagur. Vá. Ég hugsaði að ég hefði lesið, en þegar ég var að þessuna hikaði, þegar ég var að nefna þetta fyrir í þættinum, ég hugsaði bara að það getur ekki staðist.
en það er mögulega Ég fann að efast þér að segja þetta, en ég held að þetta sé rétt. já, ég mun doppeltjekkt í millitíðinni en þangað til skulum segja þetta sé rétt herru fyrirgeðu, þetta er rétt Já. þetta er rétt, ég er með þetta hennar þetta er Þetta er ótrúlegt. ótrúlegt spot í þeir ETS recently recorded net inflow day ever 1,1 miljardar dollara en BlackRock var endar með 640 BlackRock var ekki með allt Já. en enga síður Já, BlackRock kefti 150.000 íð. Heildartalan var... já, einmitt, heildartalan á ETF BlackRock var með 640 miljardar þetta er rosalegt Já. net inflow upp á meirinn miljard dollar á einum degi Já, og þú veist, ég veit ekki hvort ég þora að segja það, en mér fannst einhver vera að segja að þú veist, þetta væri bara, hvort það var hálfsárs eða árs nýtt í þýriðum á markaðin. já, Einhvers staðar, einmitt ég ætla að segja hálft já, ár til að vera örugur, einmitt sem segir bara á einum degi voru þeir að taka, bara að kaupa bara gríðarlega mikið magn af því sem kemur í umferð. En þetta er náttúrulega bara það sem er að gerast. Það er bara, þú veist, þess vegna er í það keira bara eins og þessi skepna sem þetta er búið að vera. Það er bara, þú veist, þetta er ekki retail FOMO. Þetta er FOMO hjá dýpstu vössum í heimi. Já. Þú veist, og þetta er rosalegt, sko. Og hérna, já, maður er bara, en þetta er staðfest. Þetta er svona. All right, sir. Og ég sé núna meira að segja, sko, þráttur að Bitcoin sé aðeins að gefa eftir og heldur Ethereum bara áfram að keira yfir 400. Þegar við fórum í lofti var hérna Bitcoin nálagt eða það var tíma komin á $120,000 það var að slá aðeins niður 190,200 okkar, Ethereum bara heldur áfram að keira yfir 4.500. Ertu með fleiri punkta varandi Ethereum? Nei, ég raun ekki með fleiri punkta varandi Ethereum. En þú vildi tala aðeins forstatilskipunina, ekki 401k-tilskipunina. Við vorum svo eðlilega uppteknir af forstatilskipunni með þarna 401k lífeyrissjóðuna, já. Þá kom önnur á undan sem mér finnst þarna líka bara rosa jákvætt, sko, að þarna Trump þarna kom í forstatilskipunum að það var hægt að sekta banka fyrir að loka á sem sagt þarna að flæði, hvað segir maður, frá bönkum yfir í kaupallir eða yfir í kryptómunum. Einmitt. Þetta er basically algjöru uppeyja frá þessu Operation Choke Point þar sem stjórnvöld voru að sekta marga banka fyrir nánast það eitt að vera að servisera kryptófyrirtæki. Nú er það komið algjöru uppeyja. Ef þú serviseraði ekki, þá máttu eiga yfir höfður sektir. Og þetta er þetta svolítið mikilvægt. Meina, þú veist, ef bara bankarnir á Íslandi myndi bara loka á færslur yfir á myntkaup, þá getur fólk ekkert fyrir að kaupa. Einmitt. Og þú veist, og ef við höldum í rauninni að það sé þannig að það sé ekkert í gangi þú veist, frá bönkum gagnvart því að berjast gegn þessari þróun, þá er það. Ég sá frétt daginn, svolítið síðan, þar sem var talað að það eru 5 stórir bankar sem eru að svona hvað að segja þjarmað eða lobbya á hérna reglugjafan að þarna fella niður þarna leyfi hjá Circle, Ripple og Fidelity. Wow. Þannig að þú veist, það er ýmislegt í gangi á baku tjöldin þessum að, auðvitað, eðlilega kannski bankarnir gerir sig grein fyrir þetta er samkeppni og þeir eru að reyna og það var það sem þau voru einhverju leit að gera í þessu að bara, nei, þú færði ekki að færa hérna yfir á Coinbase að við hérna tökum ekki þátt í því og ég hafði lokuð á fólk og minnaðu lokuður á Trump-fjölskylduna. Einmitt. Sem er, þú veist, eins og það blasir mér þegar það er svona mikill ótti hjá einhverju svona established, já, bara establishmentinu, skulum við segja, eins og búið að vera við einhverju tækni. Þú væri aldrei með hann ótta ef þú vissir ekki innst inni að þetta er eitthvað sem er komið til að vera. Af því að ef við raunulega myndi trúa því að þetta er bara bólar sem er að springa,
þá ertu þetta ekkert að stressa á neinu svona og bara springur þetta og endan verður bara búið sko. En þeir átta sig á því þetta raunverulega að fara að kollvarpa öllu systeminu en auðvitað það sem þeir náttúrulega bara gera bara að opna augun átta sig á því hvernig getum við staðsett okkur gagnvart þessu þannig að þú veist þetta verði vinn-vinn fyrir alla sko. Ég held að þú veist það sem þeir verða að passa sig á að sem væri svo klassísk sko, að veist, ekki halda að þú getur komast upp með að búa til einhver lokuð kerfi, lokaðar keðjur skiluru. Þú verður að taka þátt í þessum stóru keðjum sem eru nú þegar því að þú munt aldrei ná að skala viðskiptin með fullnægjandi hætti öðrum kosti. Já, ég býst samt við því og ég veit það að margir bankar eru bara að þróa sína eigin bálkakeðju þeir ætla að taka öll fíin fyrir kunna, sko. og það er þú veist, það er eðlileg hugsun og ég var að ræða þetta við mjög skarpan mann í dag sko og þú veist, hann tók svo gott dæmi sko, þú veist, hann var að segja þú veist, ímyndaðar eins og eða þú ert með plattform eins og Facebook ef þeir eru alltaf að segja sko já, við byrjum með eitthvað Facebook búin til eitthvað network og svo förum við að selja allar vörur og þjónust og allt bara inn á þessu plattformi frekar en bara við erum bara með opið plattform svo koma bara fyrirtæki alveg saman hvað og fá að auglýsa og punkturinn minn þessi þú veist, það að vera til núna risastór network eins og Solana, Ethereum og allt þetta sem eru global, decentralized sem þýr það að ef þú ætlar með loka kerfi hver að fara að sætta sig við það að bara JP Morgan eða Goldman Sachs eða eitthvað hafi bara öll líklavöldin yfir kerfinu. Þú vilt að enginn hafi líklavöldin yfir kerfinu. Og þess vegna hef ég engar áhyggjur eins og að CBDC þó svo þetta náttúrulega núna er lagafrumvarp í gangi sem bara algjörlega bannar þetta Central Bank Digital Currency í Bandaríkjunum. En ástæðan fyrir þetta myndi aldrei gangu upp er að ímyndir að væri með þannig keðju sem væri miðstýrt frá Bandaríkjunum. Bandarísk stjórnvöld eða Seðlabankinn myndi hafa fulla stjórn á keðjunni. Það sem bara eru Japan á svona mikið af dollarum. Já, ok, það er bara eitt takki nú eru konið við Íslandsstrífi í Japan tökum bara allar dollarinn af þeim. Það er enginn að vera að sætta sig við þetta. Ef þú ert með þetta á Ethereum, ef þú ert með þetta á þessum stóru decentralized keðjum og sérstaklega eftir því sem framlíða stundur og þetta verður enn meira decentralized, þá ertu bara komin í veruleika sem enginn getur haft þessu völd. Það er eina leiðin til að ná að blómstra. Ég hugsa að þetta er svo svakaleg skamsýni að halda, við skulum ekkert vera að nota þennan Solana eða Ethereum eða hvað búum bara til okkar eigið, þá endur það bara sem algjörlega irrelevant með eitthvað loka batteri sem enginn vill nota. Það þetta bara fullt í sögunni, bara Kodak var svona dæmum og ég held mér þess að hvað heitir fyrirtæki sem var með stæðstu vídeolegunar út allan Bandaríkjunum. Blockbuster. Blockbuster, já. Ef ég man rétt þá þegar þeir voru mjög stórir þá bauðst þeim að kaupa lítið fyrirtæki sem Netflix og þeir segðu bara nei, við erum bara sáttu við okkur og við erum að trúa þessu einhverjum árum setna er Netflix og risastórt og Blockbuster fara á hausinn og það sem að bankarnir kannski þá glíma við, þeir geta ekkert keypt í Ethereum Foundation. Nei, það er náttúrulega málið sko, en þeir geta operate og interakta við keðjuna. Það er konstantið með þetta. Sko, í raun og veru enn betra dæmeldur en ég var að taka Facebook er að þetta er bara nákvæmlega eins og þegar internetið er að fæðast hér er rétta samlíking sko. Internetið er að fæðast sem bara árið 1990 eitthvað og þú hugsaður já, hörðu, ok, tökum bara dæmi banki hvernig getum við staðsett okkur með þetta já, hörðu, við getum það er einlegin að við tengjum okkur inn á þetta internet sem er worldwide og decentralized og eitthvað eða við getum bara búið til okkar eigið network. Er það ekki miklu betri þá eigum við þetta og þá fattur það bara já, ok, núna er allt einu tími liðin, þú ert með eitthvað network sem það er fullt að alveg að reyna þetta, bara við erum ekki að operata á okkur global worldwide web sem er algjörlega decentralized, við erum ekki að interakta við það en konceptið að geta tengt saman eitthvað network, það er cool en við ætlum bara að hafa local og closed og centralized og þá bara endanum bara dagar uppi sem algjörlega er relevant. Þú verður að engagea á þessu decentralized world wide web og þannig verður krypto. Bara þú ert með keðjunar, Solana, Ethereum, fleiri. En sagan segir, þú veist að það er alltaf þannig þegar verður svona mikið shift í
teknithróun, þá mun þessi stóru þráast margir þessi stóðum þráast við og reyna að haldi sitt með því að gera eitthvað sitt sem mun síðan, eins og þú segir þarna, feila. Já, einmitt. Þú veist, þeir munur reyna og þeir eru að reyna þessar leiðir. Ég held að, jú, við getum örugglega virka svona innbanking eða eitthvað svona í litlu mæli, en þú veist, eins og þú segir, það mun feila ef þeir taka ekki þátt í hinu. Já, ég ansrættin á, þeir munu átt að sjá því. Þú veist, maður að gefa þeim alveg kredit, sko. Þeir eru búin að átt að segja á því upp að einhverju marki og margir Já, sérstaklega í Bandaríkjunum. Já. Sérstaklega í Bandaríkjunum. Við tölum þetta Bandaríkjunum þegar það öllu stýrt í Bandaríkjunum. Mesta þróunin þar, við tökum Evrópusambandi, það rosa lítið í gangi þar. Þeir eru bara ennþá að reyna að halda í allt og reyna að loka á þetta. Einmitt. Og hvað segir þú, er eitthvað... Já, það var að því við vorum með Chainlink það er alltaf einhver hópur af fólki sem elskar Chainlink. Já, Chainlink myndi segja svona sæmilega vinsælt á myndköpum, ekkert rosalega, en það er alveg svolítið linkara á myndköpum. Þú veist, vandir Chainlink verðilega séð, þú veist, mér finnst þetta eitt flottasta, ef ekki flottasta projektið, allan eitt flottasta projektið þarna, saman allar bálkveikjar, allt, þú veist, einhvern veginn, sko, við þurfum Chainlink, sko, og en þú gerði þetta alveg svo lítið verðlega séð í síðasta búlunni. Þeir voru að stofna sjóð sem svona Chainlink Reserve, þar segja Chainlink sjálfur, og þeir eru þegar búin og þeir það sem ætlar að gera þetta að nota tekjur sínar til að kaupa Chainlink og bara geyma í sjóði, ekki selja. Og þeir eru þegar búin að kaupa fyrir $1 million. Wow, 1 billion, já. Og þú nefndir ykkur hvað eru hækkað undanfarið, það getur vel verið að það hafi einhver áhrif á það? Ég held að það hafi meira en einhver, það er aðal drifkrafturinn, 44% hækkun á 7 dögum, það er engin spurning, það er að tryggera þetta, sko. Já. Þannig að, já, en ég meina, mér fannst mjög áhugavert, ég viðurkenni núna sem er skammalegt, sko, en ég á ekkert Chainlink, sem er eiginlega galið. Sérstaklega, það eru tókum hérna þátt, sko, Chainlink Deep Dive, það er mjög impressíft koncept, sko, ég held ég eitthvað mjög lítið en við erum meðal bæta úr því. Já, að þessu sögðu þá svona hvert að fara út? Herri, ég ætla að fara til Vilnius. Vilnius? Litáin. Já. Bara helgaferð. Ok, nice. Þú gæst ekki tekið á laugardegi og sunnudegi. Þegar ég fer næstu helgaferð þá skal ég fara á laugardegi til þriðjudags. Er það samþykkt? Þú að sjálfsögðu ert frjálsmaður. Við gerum gott úr þessu og verður gaman að sjá. Gaman ef við gáðum tekið upp þátt. Já, og verður fróðilegt að sjá hvar við verðum þegar hann verður birtur, sko. Ég mun sitja á kaffihús í Vilnius og fylgjast með hvernig staðan er á laugardaginn. Já, heldur betur. Björn Haraldsson, ég þakka þér fyrir gott spjall og ég þakka ykkur kæru hlustundur fyrir samfylgdina og við heyrumst aftur að vikuliðinni. Verið sæl.